En næsta sem við gerum að gera hérna síðuhaus og síðufót sem þetta hérna. Þetta síðufóturinn og hérna erum við með síðuhaus á öllum blaðsíðunum. Til þess að setja inn síðuhaus og síðufót þá förum við hér í insert og header. Header þýðir síðuhaus á íslensku og footer hérna síðufótur. Það að segja efsta svæðið, neðsta svæðið. Ítum á header og við ætlum bara að velja hana hérna sem með einhverju hér til vinstri, á miðju og til hægri. Við erum að smella það. Það sjáum við getum bara sett nafnið okkar hér í staðinn. Og hér í staðinn þetta aftasta, ætlum að skrifa bekkinn sem við erum í. Best að setja bara ykkar bekkjanafn. Og svo ætlum ég að stróka út þetta hérna því ég ætla ekki að hafa neitt á miðjunni. En þið sjáum núna að þetta kemur hér inn á allar blaðsíðurnar. Allar sem eru hérna eftir. En þið munið að við ætlum að hafa þetta aðeins öðruvísi hérna á fremstu síðunni. Þess vegna passið að vera inn í headernum hérna á fremstu síðunni og haki hér við ef þið ekki inn í þessu svæði, ef þið væri komin hingað og ítið bara hér á dökkbláa svæðið og þá getið þið sem sagt hakað við hér í different first page, þetta öðruvísi fyrsta síða. Og sjá það hverfur hér, en það ennþá inn á öllum hinum síðunum. Þá ætlum við að hafa sem sagt, setja bara insert header. Við ætlum að velja þetta hér, þannig að það komi líka svona þrefalt hér inni og við setjum hérna Lágafellsskóli og við eyðum þessu hér og svo fyrir við hérna að þetta efri línan, þar sem við gerum við Lágafellsskóli og verkefni í efri línuna. Svo bara ýtum við á línubilstakkan og skrifum haust og árið sem þið eruð að gera verkefnið. Ég þarf að ýta tapmerki. Taptakkin vinstra megin við hliðin á kúinu. Ég þarf að ýta tvisvar sinnum á það. Skrifa uppsetning rit þetta. Og því þetta hér aðeins svo langt og þið séu hérna beint fyrir ofan þetta hér, þetta stjórnar tapmerkjunum og það sem við þurfum að gera að fara með bendilinn hér á þetta skrýtna öfuga L hérna, draga lengst til hægri þar sem að grái og hvíti mætast, passa að draga þetta ekki út úr reglustikunni sem þetta fyrir ofan. Ef að reglustikan kemur ekki fram, þannig að þið getið raða þessu, þá þurfum við að fara hér í View og ýta hérna Ruler. Þess að hún hverfur þegar ég ýtti afhaka þetta, en ef ég haka við þetta, þá kemur reglustikan hér upp og þessi skrýtum táknum á reglustikunni það sem að stjórna því hvar orðin byrja hér inni. Og alveg svo annars þar ritgerðin, þá þurfum við að velja allt letrið, fara hér í Home og velja línubilið 1,5. Þá þetta allt eins og það á að vera. Og hér niðri, í síðu fætinum, þar ætlið þið að fara, þið munið, ef þetta ekki inn á réttu, ef ég fer hér inn á þetta svæði og það kemur dökkblátt, þá veit ég hvar ég get stjórnað ýmsu þar inni. Og nú ætlið ég að fara bara hér í Insert og hérna footer og þetta sé hérna á miðjunni. Og við ætlum að setja nafnið á kennaranum, þannig að við skrifum kennarinn, punktur og nafnið. Meira að hvort ég setja mitt nafn eða bekkjakennarans ykkar. Skrifum þetta á miðjunni bara út og síðan skrifum við hérna nafnið okkar. Þetta setjum þið ykkar nafn hér en nafnið á kennarinu hérna. Þá sjáum við að það síða hérna, hún með öðruvísi síðuhaus og síðufæti eftir hér og þá kemur að því sem við eftir að setja hérna niður og það blaðsíðurinn. Nú þurfum við að smetla að passa þessi blikkandi inn í þessum síðufæti, ekki hérna uppi. Þessi síðufótur tilbúinn, að því hann átti að vera öðruvísi, hann var öðruvísi, sagði ég smetli hér. Nú kemur þetta different first page, því að fyrsta blaðsíðan öðruvísi. Hér sé hann hér niðri og fer í insert, page number og bottom of page og ég ætla að setja það yfir hérna á miðjunni og þá kemur þetta bara hér inn.